Já, það eru gefnivírar sem að eiga að spanna samhliðung sem þetta kallast festettingur eða bara einfallega kassi. Samhliðungurinn verður skásettur, ég segi þá skekktur kassi líka. Þannig ég ætla að byrja því að setja inn punktinn eða 0-punkt dýrakerfisins. Þetta er þrívítt, þannig þetta er 0,0,0. Sé ég hann þarna á myndinni. Og síðan ætla ég að setja inn, ég líti á vigurinn sem er gefinn, hann er við liðina 110 og ég líti á hann sem stöðuvígur, þá byrjar hann í O og endar í punkti A og A er þá þessi punktur hér. Ég þarf reyndar ekki að skrifa A, hún setur þetta í stafrófsröð. Ég ætla bara að slá inn þá punkt 1, 1, 0. Svona, þarna er hann og svo næsti vígur, hann er kallað B, hann er gefinn 0, 2, 3, 0, 2, 3 og svo lokum er gefinn vígur með liðina -1, 0, 1. Það lítur á það sem stöðuvígur, þannig að hann byrjar í O og þá er þetta punkturinn sem svarar til stöðuvígursins. Svo ætla ég að búa til vígrana sem eiga að spanna samhliðunginn. Vígurinn sem bara A, hann er þá vígur frá O til A. Ef ég skrifa bara vígur A, þá veit hún að þetta er bara vígurinn. Svona, þetta er stöðuvígur punktsins A, þannig að þetta er nóg. Þetta er búið til stöðuvígur, hann er þá bara vígur fyrir B. Ef þið er ekki með stilt á íslensku þá skrifið þið vektor, V-C-T-O-R. Og svo C, það er vígur, fæslan frá O til C. Þá er það komið. Íntegral. Þetta eru vígrarnir sem eiga að spanna samhliðunginn. Svo sé ég nú, ég fyrir að skoða hlutina betur að við þurfum að æfa okkur að punkturinn B er dálítið leiðinlegur. Því hann verður svo flatur samsíðungurinn. Þannig að leyfa okkur að bara gera okkur lífið aðeins léttara og eðlilegra að færa punktinn til aðeins þennan. Hann verður svona, það er auðveldara að teikna bara líka kassa úr þessu. En fínt er, þá þurfum við að teikna kassan. Við erum bara komið með í rauninni eitt rúmhorn. Nú ætla ég til dæmis að byrja á því, reyna að gera þetta skipulega, að ég ætla að leggja vígurinn, BB, eða litla B, upp frá punktinum A. Þar vil ég fá punkt. Og það er bara að skrifa þannig. Þegar ég ætla að byrja í A og leggja svo fæsluna BB við og gefðu mig þann punkt, þá fer að þangað, þá nýtt ég D. Sama er að segja frá punktinum C, þar vantar mig eina hlið samsíðungsins, þannig ég ætla bara að skrifa C plus þessi fæsla og það er annan punkt. Þá síðan vantar mig punktinn hérna í grunnflötinn. Liggur í sama fleti og sem vígrarnir C og A spanna. Þannig ég ætla bara að skrifa beint. Þess að ég var að segja A plus vígurinn C. Nú get ég tengt með strikum. Ég ætla að búa til grunnflöt
Ég ætla reyndar að taka út vírana og þar sé ég bara að fela þá þeir eru þarna af því að ég ætla að hafa þetta strik svona þess að sjá hvað okkur geti vantað. Við erum búa til bara línustrik það er frá O til A hún er með það svona og það er líka hægt að fara hér upp í tækjastíkuna og teikna þetta bara inn frá A til F Jæja, hlýðir mér nú ekki núna en þetta er nú bara hægt. Tökum það línustriki frá A til F og við megum líka að gera þetta á ensku, segment, stílið það ekki frá A til F, jú. Og svo frá C til F, línustrikið frá, kannski hafa sömu röð, C til F og svo lokum frá C til O, línustrik frá C til O. Síðan ætla ég að fara frá O til B. Það tók hvort og hlýðir mér ekki núna ef ég vel þetta línustrik milli tveggja punkta og stendur þetta niðri, velji 2 punkta eða staðsetningu. Þá íti á þennan og íti á þennan aðtankomna. Og þá ætla ég bara að halda áfram. Þá ætla ég að fara frá A til D og síðan frá C til E. Og núna ætla ég að fara upp, þá ætla ég að fara frá D til B og B til E og nú sé ég mér vantar hornpunkt. Ég fæ punktinn með því að leggja vígurinn, litla B, upp frá punktinum F og þá skrifa ég það, F pluss litla B, þá fæ ég hann og nú get ég klárað myndina. Og ég vel bara aftur línustrik milli punkta, smelli hérna á F og G. Síðan ætla ég að smella á DG, línustriki DG og lokum EF. Og svo get ég snúið myndinni hér fyrir mér, þess að reyna að sjá þetta einhvern veginn. Það sjónarhorn sem ég vil síðan setja á mynd. Ef við höfum nú þetta hérna, X ásinn hingað út úr, Y ásinn eitthvað, get til hægri. Ef við svona austur áttu einhvern veginn og setja hann upp, þá er þetta nú kannski ekki endilega best. En ef við prófum að sjá hvernig þetta lítur kannski bara í venjulegu XY-plani, þá er hann reynda bara alveg ágætur svona. Setan kemur einhvern veginn út, þetta fer náttúrulega bara eftir hverri mynd. En allt í lagi. Þá erum við búin með þennan og stækka eins myndina. Nú ætla ég að setja fjórflötunginn sem að vigrarnir 3 spanna, vigrarnir A, B og C. Og þá á ég að fara frá O í A og O í B og O í C. Ég þarf að búa þær hliðar til. Og ég ætla bara að nota þetta marghyrningstólið og búa alltaf til þríhyrninga. Það er ekki svona einfaldast. Fer frá O, A og hingað og niður. Þá er komin ein hlið píramíðans eða fjórflötungsins. Svo frá O til B og svo frá B til C og loka í O. Þá er ég komið aðra hlið. Og svo vantar mig botninn, ég kannski sníði þess aðeins fyrir mér. Ætla að snúa, þá þarf ég að ýta þennan. Svona, jú, þetta er ekkert ólögulegt. Og svo vantar mig þennan botn frá aðeins að sjá stafina betur. Ef ég gerði þetta svona bara í tölvu en ekki svona á bretti þá
þægilegt að stækka jafnvel bókstafinn til að sjá A, B og C aðeins betur. Toga bara þá svona til. Svona. Og ég er búinn að búa til 2 hlíðar af fjórflötunum. Þá vantar við þrýhyrninginn O, A, B og ég ætla bara að nota þríhyrningstólið. Smelli á O, smelli á A, smelli á B og loka með að fara og sí. Geta aftur. Velja þríhyrninginn, já, hann er valinn. O, A, B. Og hér. Kannski ætti ég nú að fá aðeins annan lit á þennan síðasta, svona. Passa mig að pota ekki eitthvað aukalega. Og þá ég bara eftir þríhyrningin svona sem blasir við okkur eitthvað meðan ég rækja ekki eftir 1. Bjó þarna til aukapunkt sem á ekki að vera. Og þar ég að stróka hann út, H-punktur. Það er nefnilega alltaf örgara að setja þetta í inntakið en í þessum punkti H hann á að geta að vera. Og svona ætla ég að gera þetta aftur. Það fara bara í þríhyrninginn. Og ég kom með þessa hlið og loka. Í sjálfu sér geti látið þessa mynd standa þó ég hafi í rauninni ekki lita þarna síðustu myndina. Ég var að gera það. Og svo er bara að velja sjónarhornið sem einhvern veginn gerir þetta skýrt fyrir mér. Með þessari mynd ætti maður einhvern veginn geta rökstutt þó ekki sérnum maður fyrir sjálfum sér að þessi fjórflötungur að rúmmál hans er 1/6 af rúmmáli kassans. Og allt í lagi, svo festi ég kannski, mér finnst þessi kannski bara ágætt. Ég nú reyndar svolítið sífna þessa. Svona svolítið skýr bara. Ég teikni þetta á mína álaust.